Góðan daginn og velkomin í þáttinn sem ég kalla Helgarspjallið. Núna í dag er ég búinn að fá frábæran gest sem að ég er búinn að kannast við ansi lengi. En þetta er svona fyrsta skipti sem við setjumst niður og ræðum málin í þaular. Það er Guðbjörn Gunnarsson. Hann er Keflvíkingur, hann er markþjálfi, einkaþjálfari og ég segi kannski bara sem minnst því að ég ætla að láta þig kynna þig sjálfan til leiks. Akkurat. Já, ég ólst upp í Keflavík og það var eins og á mörgum heimilum, mikið ójafnvægi í gangi og lífið var svolítið erfitt. Og fyrirmyndirnar voru ekki alveg upp á 10, en samt vil ég bara taka það fram að mamma og pabbi, afi og ammi höfðu það miklu verra heldur en ég. Þetta snýst ekki um þau. Já. Nema mér fannst svolítið erfitt að vera til og þegar ég var lítill var ég settur á staði sem ég vildi ekki fara á. Og bara var rosa erfitt. Bara flutti með mömmu í bæinn þegar ég var 10 ára og hún var að drekka og ég gat aldrei lært heima. Ég man að mataræði var mjög lert, ég man ekki til þess að það var ekki vasklas. Já. Og svo bara fullorðnaðist ég og fór með mig í aðstæður sem ég vildi ekki fara í og svo bara Það lýsir sér sem svolítið erfið æsku ár. Já, og svo bara við hugsum lífið í dag, þú veist, bara þetta veður sem er á Íslandi. Þú veist, vísitalan, þú veist, þessi glataði þjálfari sem er hjá Englandi. Southgate. Já, og svo Ronaldo grenjandi á vellinum, gat ekkert fyrir 3 árum. Hann skoraði þó úr seinnavítunni. Já, fyrir hefði mátti vera. Já. En svo ef ég tek töku 2, þú veist, það er smá inngangur af þessu. Já. Þú veist, hver er ég? Þú veist, ég er listamaður í að lifa. Maður spyrja, þú veist, ég fæddur 1969. 73. Þú ert 73. Já. Ég hef nokkur árum fram fyrir. Já, þó það sjáist ekki á þér. Ja, takk fyrir það. Og formalíni. Herðu, já, ég sem sagt er listamaður í að lifa. Já. Og ég elska lífið mitt, ég elska Ísland. Og elska tengingarnar sem ég er búinn að mynda. Ég á svo mikið af góðu fólki kringum mig. Og ég fengi að vera skálavörður upp í Emstrum á fallegasta stað í heimi. Sem landvörður? Sem skálavörður, Skálavörður, já. Já, uppáhaldsvinnan mín og þegar fólki kemur og segir Welcome to the most amazing place in the world. Og svo fæ ég að gæta með túrista. Ég fæ að fara með Íslendinga til Póllands í heilsuferðir. Já. Heilsuferðir upp á Kríunnes þar sem fólk fær að setja taugakerfið á meltingarfærin í bómull. Þannig að lífið mitt er bara algjör veisla. Þetta er mjög margbrotin tilvera sem þú lifir og ég vissi ekkert af öllum þessum snertiflötum fyrir en bara ég fór aðeins ég vissi að þú er að koma hingað í viðtal. Þá fór ég aðeins að googla þig og svona hlusta á hvað þú hefur verið að gera. Og þú hefur ótrúlega margar svona bækistöðar. Já, það er mörg egg í körfunni. Mörg egg í körfunni sem alltaf hlýtur bara að vera rosalega gaman. Já, ég er rosa þakklátur. Það sem ég langar að tala með þetta og það kannski sem að ef ég byrja á að draga þetta viðtal saman að þá breytist ekkert fyrir en samtali breytist. Þú sást hvernig ég byrjaði kynninguna, þú veist þetta hefði getað orðið mín hlutskipti. Sem sagt erfiða æska hefði þið getað haldið áfram og kannski erfiðleikarnir hefði bara aukist og þú hefði sogast inn í einhverja mjög, hvað segir maður, bara svona slæma félagsskap. Já, sem ég leit svo sannarlega við í, gluggaði þar inn. En það sem ég er að tala að það breytist ekkert fyrir samtali breytist, það breytist ekkert fyrir hugsunni breytist og ef þú hugsar þú veist, viltu fá vorkunn eða viltu vaxa? Þú veist, það sem ég segi set ég í framköllun og myndirnar eru lífið. Þannig ef ég vill fá blessun, þá tala ég eins og ég er rosa blessaður. Það er rosa mikil friður yfir mín líf, það er rosa mikil gleði. Og ef ég tala þetta út, þá verður þetta mín hlutskipti og þú þarft orð á móti orði. Þú þarft hugsun á móti hugsun.
Samtalið í rauninni myndgerist. Já, þú ert bara... Verður að veruleika. Já, en það sko, ég þekki það. Þú veist, ég fór í meðferð þegar ég var 22 ára gamall. Og ég að keyra bílinn og við hugsaum bara, ég að keyra bíl og ég hérna með framrúðuna. En ég alltaf að horfa í baksýnispeglana. Skömm, sjálfsvorkunn. Og hugurinn, hann elskar drama. Hann ennþá innan á mig, hann að minna mig á eitthvað sem ég klúðraði og vill fá mig þangað. Og hann elskar drama. Og ef við hugsaum bara aðeins þú veist, af hverju þetta svona? Og mér finnst svo merkilegt, ég hef svo mikið áhuga á fólki. Þú veist, ég þurfti að hafa rosa mikið fyrir því að vera ég sjálfur. Þú veist, ég var í verslunarskólanum í 3 ár, féll í 3 ár í röð í Versló, ógeðslega klár. Já, ok. Og ég gat ekki lært heima. Já, þannig það kemur, til dæmis, þú sagðist aldrei hafa lært heima þegar þú varst barn. Nei, akkurat. Það náttúrulega kannski veganesti slekt sem þú tekur með þér inn í Já, ég bara náttúrulega með athyglispress eins og margir aðrir og ég bara gat ekki lært heima. Og ég var með dásamlega konu í þjálf, hún sagði mér sko, alltaf þegar hún var að læra þá horfði hún á Lord of the Rings. Þú veist, það hefði virkað rosa vel fyrir mig, þú veist, að vera að gera eitthvað 20 í einu. En ef við hugsaum hvaðan við erum að koma, ef við hugsaum sko langa og hugsaum árið 1873 þegar kemur eldgos og móðurharðindi og Danakonungur segir það ekki hægt að búa á þessu landi og fullt af fólki flytur til Kanada. Já. Og módelgerðin sem við erum hönnuð til að lifa af. Þú veist, fólk var að hugsa að drepast ekki úr hungri og drepast ekki úr kulda. Já. Þú veist, það var enginn að tala andlegt ofbeldi eða vera ófullnægður. Og svona ósjálfrátt, þú veist, við sjáum bara hvernig heimurinn í dag. Það rosa mikið skilnaði, þú veist, það rosa mikið, við búum í fíkneflandi samfélagi. Þetta svolítið skemmtilegt hugtak, fíkneflandi samfélagi. Já. Ég myndi alveg segja að það rosalega mikið af svona breytum þarna úti sem að ýta undir óæskilega hegðun. Já, og ef við hugsaum bara fyrir korteri síðan, þá var maður sem fannst bara magnaðasta tæknibreyting í heiminum þegar hann fekk stígvél. Já. Núna korteri seinna erum við komið internet, rafmagnsbíla, allt þetta fínir í og allt í henni bara höfum við það svo rosalega gott en við bara kunnum það ekki. Gott þú nefndir þetta með stígvélin. Ég var að lesa einhverja grein daginn. Já. Það sem að, ég man ekkert hver sagði það, en að mesta framförin í landbúnaði hafi verið þegar stígvél héldu innreið sína til Íslands. Fólk gat farið að vaða flórin í stígvélum, ekki í kúskinskóm eða berfætt. Já, og sko þegar ég verð forsætisráðherra, þá fara allir spílakassar á Íslandi á brennuna á gamlárskvöld. Okay. Og fólk sem að fermist fer í hjálparstarfi til Afríku í 3 mánuði. Og ef við hugsaum þessari klámvæðingu, þú veist, ég byrjaði að horfa klám mjög ungur. Og það hefur rosa vond áhrif á tengslamyndun. Og það ekkert mál að loka bara fyrir þetta á netinu, bara loka fyrir þetta. Já. Og ég að fara með fólki í heilsuferð til Póllands. Og út í Póllandi, þá getur ekki farið inn á veðmálasíðu. Það bara ekki hægt. Já, þú meinar. Og það var í fréttum daginn að Íslendingar eyddu 20 milljörðum. 20.000 milljörðum í fyrra á veðmálasíðu. Maður sér þetta mikið í þengslum, til dæmis vorum við að nefna EM, nú komið þetta Coolbet og það Betzone og það náttúrulega Bet365. Já, og Lengjan eitthvað voða, eitthvað fínt og Rauða Kross-kassar og... Já, og ég náttúrulega kemur úr þessum bakgrunni, þú veist, ég ólst upp með fjárhættuspillara, varð fjárhættuspillari og ég veit hvað þetta ógeðslega vont. Og það eru sömu áhrif af því að vera gambler og að nota kókaín. Já. Þannig að niðurtúrarnir eru skuggalegir. Og ef við hugsaum fólk sem tekur sitt eigið líf, þá held ég að sé bara ótrúlega margir. Og ef við hugsaum bara mannin sem fer í söfnunarkassinni á Happdrætti Háskólans. Og hann fer í kassan og þú veist, það stendur bara, þú veist, passaði og leitaði hjálpar og þú getur sett 10.000 skall í og hann klárast bara á 3 mínútum. Og svo ykkur að læra lögfræði í háskólanum. Og þú ert að styrkja námið að setja pening í kassan. Já.
svo ertu búin að eyða öllu húsinu, svo kemur hann, lögfræðingurinn. Tekur að þér húsið. Já. Og það hérna, þú veist, þetta er svo sorglegt. Svolítið, já. Og mér langar að lesa svolítið hérna fyrir okkur hérna. Fornir spekingar sögðu að fávísin væri orsök eða aðdragandi allra þjáninga. Við vitum það eitt sem við reynum og lifum. Reynslan einn gerir okkur vitra og ver okkur fyrir blekkingum og árásum óvinveittra afla. Og við þurfum að þekkja stríði sem við erum í. Og Freud talaði dulvitund, hann kom með nýtt nafn yfir undirmeðvitundina, út af hún svo falin. Og það síðasta sem við viljum gera það að breytast. Og ef þú ert fíkill, þá vængmaðurinn afneitun. Og ef við skrifum hérna denial, þá það don't even know that I'm lying. Og það svolítið staðan sem við erum í. Við erum bara í afneitun. Ljúga sjálfum okkur. Já. Og annar stóri draumur sem ég hef, það að geta fengið land og vera með geðspítala. Hugsaði fólk sem að slæmt á geði, að vera með slæma geðheilsu. Það eru svona með vestur hlutskipti sem til eru. Og draumurinn minn að fá bara land upp í sveit og dýr. Þú veist, ef þú ert lasinn og það sem hefur heilunamátt, það eru dýr og náttúran. Og ef þetta fólk fengi að vera þarna og finna áskoranir eftir færni, þú veist, einhver að smíða kofa, mála, rækta kartöflur, mjólka beljurnar. Og þetta ekki hægt, þetta kostar svo mikið. En kerfið sem við erum að nota núna kostar miklu meira. Svolítið merkilegt þú nefnir þetta því að hérna, ég búinn að vera sérkennari í einhver 25 ár allavega, eða meira, 26 ár. Og ég kenndi einu sinni nemanda sem hann var, já, það ofvirkasta barn sem ég séð. Hann bara á heimsmælikvarða, hann var með mikið ADHD. Svo flytur hann á hérna Bóndabæ upp í sveit. Og fréttirnar sem ég fékk á honum var bara, hann væri bara þetta væri bara, sem sagt, þegar áreitið, hún náttúrulega með barn sem á að sitja inn í ferkandaðri, lokaðri kennslustofu, það eitt og sér er náttúrulega bara mjög erfitt. Sitja í sama stól, vinna sama verkefnið, hann náttúrulega bara, hann gat þetta engan veginn. En þegar hann er hérna kominn í svona, ég ætla að reyna að hugsa orðið, hérna eitthvað svona multitask, svona fjölbreytt verkefni eins og er í sveit. Þú veist, þú gefur hænunum, þú mókar flórinn, þú hérna ert að kemba hestum og svo bara svo margt sem að tilfellur. Hann bara varð miklu, átti miklu betur í stakk að takast á við síðan tilveru. Náttúrulegt uppeldi, náttúrulegt. Það sem að bara svona náttúruleg viðfangsefni. Já, mjög gott. Og ef við höldum aðeins áfram með undirmeðvitundina, út af því að við viljum ekki breytast, að þá dulbýr undirvitundin sannleikann. Þess vegna talaði Freud dulvitund. Og ef við hugsaum fólk sem fyrir breytingaferli, þú veist, þú vilt fara að gera eitthvað í þínu lífi, að þá sýna rannsóknir fram á það að 95% fer aftur í sama farið. Og ef við hugsaum sko tíðarandan og þjóðfélagi sem við búum í hérna, þú veist, það er partí í vinnuna, dettum í það. Fattar mig? Partí, dettum í það, partí, dettum í það. Það er sterkt munstur. Já, þannig ef við hugsaum þú veist, ef við hugsaum núna, ef við erum bara ógeðslega jákvæði núna, það lífið svo dásamlegt, að hvernig, þú veist, get ég farið af stað í breytingaferli, að þá það sem ég legg til með, það að tengja fram hjá undirmeðvitundinni. Og það sem ég geri, þú veist, ég finn hreyfingu sem ég elska. Ég að skapa eitthvað. Þú veist, ef þú vilt skilja heiminn betur, lestu þá bækur. Þannig að þú finnur leiðir, þú veist, til að gera þig að betri útgáfa sjálfum þér og allt í einu ertu komin á staðin sem þú vilt vera á. Þú ert ekki að horfa, ég þarf að laga þetta. Ef við hugsaum bara mann sem að fara að sá og alltaf þegar þú breytir einhverju, þá eru truflanir. Breytingar, truflanir. Ég vildi ekki. Og við hugsaum bara, ef við viljum að planta fyrir eikatré,
setja það í jörðina, þá var alltaf rosa mikill usli í jörðinu og það bara, skilurðu. Þannig að þurfum að búa okkur undir það. En ef við ætlum alltaf að vera fikt í uppskerunni, herru, hvernig þetta hérna eiginlega? Ekkert að fara að vaxa, þá skemmum við það. Já. Þannig að ég segi, sko, þú veist, að vera í flæði æði. Þú veist, við gerum okkar besta og ég til dæmis elskaði að lesa krimmabækur og mér leið bara þannig að þegar ég var að horfa á myndir, þú veist, þá varði ég bara að hafa eitthvað ofbeldi í því. En mér langaði svo að lesa skáldsögur, lesa ævisögur, horfa á David Attenborough. Og svo bara, ég bara horfa á annan krimma. Og svo var ég að horfa daginn á svona og ég bara, hvað er ég að gera? Þetta er alltaf sama plottið. Þú veist, það er eitthvað vondur gaur og það er góði gæinn. Hann kemur og bjargar og hann vinnur alltaf. Og og bara nei takk. Og núna bara horfi ég á David Attenborough og horfi á hugljóðmyndir og er að lesa dásamlega skáldsögur. Og ég les svona 50-70 bækur á ári. Þú veist, Storytel er bara svona himnasending. Þú veist, ég hjóli í vinnuna á morgnana. Lestu þær eða hlustar á þær? Ég hlusta með þér að hjóla og gera eitthvað, svo les ég á kvöldin. Já, frábært. Góð blanda. Já, og það eru svo margir sem kannski kannast við þetta. Þegar ég var svona 17, 18, 19, 20, þá fór ég alltaf á þjóðhátíð. Já. Og ég hef aldrei farið á þjóðhátíð, það er svona markmið hjá mér að fara ekki á þjóðhátíð. Nei, give me five. Við byrjum ná fyrir. Þú kemur bara á kotmót með mér, það er kotmót í Verslunarmannahelgina, það er besti staður sem ég veit af. Kotmót. K-O-T. Já, kotmót. Já, og ég var svon sem að spilaði mikið kót, Call of Duty, við erum ekki farið svoleiðis. Nei. Akkurat, þannig að finna leið til að tengja fram hjá undirmeðvitundinni. Já. Og breytingaferli þarf eftirfylgni. Já. Og það er bara að gefast upp og segja hjálp. Þú veist, Albert Einstein talaði nýtt stig hugsunar. Og hann var að tala að þú lendir í einhverju vesenni. Skilur, þú ert bara í sambandi og það er ekki að virka og þú veist, af hverju lætur konan svona, af hverju gengur ekkert? Eða þú ert í vinnunni og þú skilur ekkert í því, af hverju þú fær alltaf lélegustu verkefnin. En þú ert á því stigi hugsunar sem þú ert á. Þú komst þér í þetta vesen, þannig að þú hefur ekki eiginleikana til að leysa úr þeim. Þannig að þú ætti að leita fyrir utan sjálfan þig. Bara, einhver til að hjálpa mér. Já. Þetta er mjög góður punktur því að mér finnst oft í okkar samfélagi það er, þú átt að bara ekki að gefast upp, þú ert aldrei að gefast upp og alltaf að halda áfram. En ég segi stundum er bara nauðsynlegt að gefast upp, til dæmis ef þú ert með fíknivanda. Það berjast gegn honum? Nei, það er bara örugglega, þó ég hef ekki dílað við það vandamál. Nei. Það er örugglega betri stöðin að segja bara, ég ræð ekki við þetta. Já. En það er svo merkilegt að skilja stríðið. Þú veist, ef þú ert fíkill, að þá er vængmaðurinn afneitun. Þú ert til í að gera, ég hef hort á menn, þú veist, sem eru með mér edrú, byrja að drekka aftur og þeir byrja að fara út að hlaupa, byrja að hugleiða. Þú veist, þú gerir allt til að halda í. Og mér er svolítið gaman ef við hugsum comfort zone og ef við hugsum þessar breytingar sem hafa gerst svo hratt. Þú veist, alla kynslóðnar sem koma undan okkur voru svo ógeðslega þreyttar á þessu streði. Þú veist, þær vildu bara komast í skjól. Og nú erum við komin í skjól. Og ef þú ert komin í svona comfort zone og frumþörfin okkar, alveg sama hver þú ert, þá er frumþörfin að vaxa. Það er bara að vaxa og stækka. Bara verða betri. Já, og bara, þú veist, við náttúrulega fæðumst öll, þú veist, með einhverja beglur. Og og það er svo spennandi, þú veist, það er svo spennandi líf, bara eins og fyrir mig núna, að bara vilja horfa á Attenborough. Gauri sem ég er búin að horfa á alla krimma sem til eru. En nú vil ég bara horfa á Attenborough, bara lífið og bara horfa í gæra á ljónið, konungur frumskógarins. Litli unginn kemur til hans og ljónin það saman til að hafa engan áhuga á börnunum sínum. Já, er það þannig? Já. En svo er líka svo gott að skilja hvaðan við erum að koma. Þú veist, við erum búin að þurfa að hafa svo mikið fyrir hlutunum og við erum með comfort zone-ið. Og það er bara, þú veist, ef að þú kemst í svo gott comfort zone, þú átt að vera svo mikið pening,
og þú getur bara verið að fá þér rautt og fá þér konjak og fá þér þetta allt sem við viljum ekki tala um hérna, skilurðu? Og þú veist, ef þú missir þig þar og svo eru bara allir vinirnir brókslega ríkir og þú ert bara alltaf þar og þú sérði ekkert annað. En svo til eitthvað sem heitir sko learning zone. Þú veist, að vera mennta ramminn. Og svo til eitthvað sem heitir panic zone. Það comfort zone, learning zone, panic zone. Og ef þú vilt eiga svona sem mest spennandi líf, þá viltu vera sem mest í learning zone. Já. Og svolítið gaman hérna, great minds think alike. Og þú heyrir oft svona setningar, já, þú veist, ekki vera kjúklingur, sko, þú veist, vertu með örnunum og fljúðu með örnunum, en hvað þýðir það? Það er mikið af svona innihalslausum frösum finnst mér fljótandi hérna Já, en ef við skoðum þetta í kjölinn, þú veist, stórir hugar hugsa álíka. Þú veist, stórir hugar tala ekki annað fólk. Þeir eru ekki að tala þingmennina, seðlabankastjóran, eða hvað þetta heitir. Og við erum í hérna, tíðarandinn, hann er rosalega svona sökudólga sækinn. Þú veist, við erum rosa mikið. Einhvern tíma fór ég í fjórhjólaferð. Já. Með vinnunni, með leikskóla. Ég gaurinn og fullt af konum og hann var rosalega skýr í byrjun. Bara frábær ná. Ég sagði þið fáið þetta hjól hérna, en ef þið keyrið út í læk og það fer ekki í gang, þá kostar það 25.000 kall. Sem að þið þurfti að borga úr eigin vasa? Já. Og ég náttúrulega ætla bara að vera kallinn, hafði aldrei keyrt fjórhjól. Og ég veð af stað og svo bara er allt í einu komin út í á. Og hjólið startar ekki. Og þetta var bara meira, þú veist, ég gat ekki haldið á þessu, þú getur ekki haldið á því, getur ekki valdið því. Þannig að sem ég gerði, ég benti bara, nei þeir, ég borga ekkert, þú veist, áttenga pening og svona það. Og stundum er lífið þannig að við getum ekki haldið á því. Og ef ég tala bara aðeins meira um mitt líf. Máttu aðeins fara gafstu okkur smá vísbendingum áriðin Keflavík. Já. Og maður kannski aðeins hnykkja svolítið á því og því að ég þekki Suðurnesjamenn og einhvern veginn svolítið merkilegt að þeir hafa einhvern veginn allir svo skemmtilega sögur að segja og þetta tengist sem sagt þetta samfélag náttúrulega býr við mjög óvenjulegar íslenskar aðstæður. Við erum með herstöð þarna. Já, allt rokið. Allt rokið. Það var síðast byggt upp, það vildi að það er engin fjöll, það er alltaf rok. Vex ekki hrísla þarna? Nei. Já, þannig að samfélag suður með sjó er svolítið öðruvísi en í Reykjavík og margir meistarar til dæmis í tónlist og íþróttum komið frá Keflavík. Þannig að mátt aðeins segja okkur meira því. Gjörðu svo vel. Já, ég sem sagt elst þarna upp í Keflavík og fjölskylda mín er bara dásamleg. Afi minn Ólafur Björnsson, hann var svona máttarstólpi þjóðfélagsins og hann langaði svo mikið til að vera sjómaður, komst á sjóinn, var alltaf að tala við þurfum að hafa bátinn frambyggðan og það hló allir á honum. Svo 1960 eitthvað leitur hann byggja Baldur KV97, fyrsta frambyggða bátinn, hefndi allir eftir honum, hann var svona algjör máttarstólpi og hann var svona alvöru alþýðum, hann var krati, hann var svona alvöru krati og þegar hann var að byggja húsið sitt, þá hætti hann að taka í nefið, bara menn sem er að byggja taka í nefið. Svo fekk hann ellilífeyristékkann og átti hann 100 milljónir eða meira. Og bara menn sem er á svona launum, þeir reykja ekki vindla, hættar ekki að vindla. Og svo hætti hann í útgerð og fór að vinna á skreiðasamlægin og fekk útborgað og þetta er alltaf mikið. Þú veist, þannig að ég er komin að dásamlegu fólki. Hinn að mér var kallað Bubbi rafvirki og ég skýrður eftir honum og hann var þannig ef að fólk átti ekki fyrir reikningunum, þá bara henta hann þeim. Þannig að ég er rosa blessaður af því og svo mjög skemmtileg saga, við fengum alltaf pening til að fara í bíó á sunnudögum. Og ég fór til pappa og afa og mömmu og fekk pening til að fara í bíó. Svo fórum við á leigubílastöðina, keyptum okkur dollara og það var alltaf gat á girðingun upp á völl. Þannig að við fórum inn á gatið, fórum og spiluðum biljard, það voru biljardborðir í öllum blokkum. Nammi sjálfsarar, fengum okkur Dr. Pepper, Three Musketeers og spiluðum biljard. Og fengu að gera þetta óreitt? Nei. Svo kom löggan, þú veist, það hringdi einhver í blokkinni og íslenska löggan kom og þeir keyrðu okkur bara alla leiðina heim, fengu bara enga bílstjóra og þeim var alveg sama.
Engir eftirmálar eða? Nei, bara gaman, sko. Svo fóruð bara aftur daginn eftir gegnum gatið? Já, bara þegar við áttum pening, þá fórum við þetta. Svo var ég Íslandsmeistari í snóker, úlinga, 2 ár í röð. Já, ég sá það einhvers staðar að þú hefur rekið snóker. Já, svo átti ég snókerstofu í Keflavík. En aðeins það voru fyrir þangað, ég nefnilega hérna, það var vinur minn sem ég var að vinna með Keflvíkingur, en Njarðvíkingur, Freyr Sverrisson, hérna. Já, ég mætir honum. Fótboltaþjálfari, frábær maður. Já, ekki bróðir Sverrir Sverrisson? Jú, einmitt. Fótboltaþjálfari? Já, hann var einmitt að segja mér frá þessum götum á girðingunni. Já. Og þeir voru að fara inn, með eitthvað klink. Já. Svona, hvað heitir þetta? Quarters, 25 cent. Já, og tæma. Það voru sjálfsalar fyrir sígarettur og gott ef ekki bjór. Bjór, Miller og Budweiser. Þannig að þeir skriðu þarna í skjólinætur, gegnum gatið, uppbyttir, inn í samegnina og hérna keyptu eins mikið og voru með bakpoka, fóru tilbaka og svo voru þeir að selja bjór og selja sígó og hérna ná smá auka pening. Mjög skemmtilega. Og svo var önnur saga, hann sagði mér einhverjum manni sem að minnir hann hafi verið í einhverju girðingarvinnu hérna í kringum herstöðuna, þetta var girt. Hann var í að loka einhverju svona götum og hann fór alltaf út fyrir svæðið með verkfæri hjólburum en hjólbururnar kom aldrei tilbaka þannig að hann bara seldi þær. Já, mjög góð saga og svo voru það var Siggi Broslausi og svo einhver annar langi mangi, það voru 2 löggur sem lét ekki múta sér. En annars gáttu menn bara keyrt og það taldist ekki til þjófnaðar að stela frá kannanum. Og ég byrjaði að vinna á Labor Shop þegar ég var 17 ára. Labor Shop hvað? Það sem sagt upp á velli hjá hernum. Það var eitthvað sem hét Labor Shop, Carpenter Shop, Painter Shop, Plumbing Shop og allt þetta. Þetta hefur bara verið svona... Og ég var verkamanna bara. Og fyrsta daginn þá mæti ég vinnuna og auðvitað vill ég standa mig vel í vinnunni. Og við förum eitthvað út á eitthvað verk og menn eru bara eitthvað að tala saman. Og ég segi, herðu við ekki að fara að gera eitthvað hérna? Og hann bara svona, verður nú bara alveg rólegur. Og ég var rosalega upptekinn af, ef við hugsum undir myndinni, grunninn, þú ert að alast upp í óheilbrigðum aðstæðum að þá eru svona hlutverk sem þú tekur að þér. Þú tekur að vera leikari og velur það að vera þóknarinn, trúðurinn, týndabarnið, píslavotturinn, fíkillinn. Og ég var rosalega hræddur, þannig að ég var þóknarinn. Þannig að ég heyrði þig bara að segja eitthvað og þannig var það. Þannig að ég tók þessu svo bókstaflega að ég fékk ekki vinnu næsta sumar. Út að ég var svo latur. Já, þér var sagt að taka þig rólega og þú tókst þig bara rólega. Já, og svo fór ég á sjóinn. Allir afkomendur Óla Björns þurfa alltaf að fara á sjóinn. Já. Og ég fer á sjóinn og ég svo hræddur. Ég svo sjóhræddur að ég með hita allan tíman og ég veit að báturinn að fara að sökkva. Þú veist, ég held það ekki, ég veit það. Þannig að þegar við komum í land, að þá það bara eins og bara lífsbjörg fyrir mig. Já. Og svo Var það síðasta sjóferðin? Síðasta sjóferðin, já. Já, svo náttúrulega bara mjög merkilegt að segja frá því og mjög sorglegt að þegar þú horfir á verbúðina, að þá þið búin að ákveða að setja kvótakerfið í gang. Og það maður sem veit af þessu innan flokksins og hann fer út alla landsbyggðina og kaupir báta. Já. Og þessi maður hittir einn ættingja minn og kaupir bátana af að korter fyrir kvótakerfi. Já. Áður fiskveiðistjórnarkerfinu var umturnað. Já, og sem betur fer, og annars væri ég bara í Las Vegas núna, alveg snarvillus, eða dauður. Já, en þú hefur verið kvótaerfingi. Já. Þannig að það margt í þessu. Já. En árin Keflavík voru sem sagt súr sæt fyrir þig. Já, þetta var... Margt sem að... Já, svolítið merkilegt. Svo flytti ég í bæinn þegar ég 10 ára og í Keflavík náttúrulega vita allt um alla. Já. Og einhvern veginn þá var fjölskyldan mín ekkert svona hátt skrifuð. Og þú veist hvernig þetta er einhvern veginn safnast allt saman, þú veist. Var einhver fíknivandi, þú veist? Já, alveg fyrir allan peningin. Já, þannig að það var drykkja. Já. Og kannski, því náttúrulega fylgir alls konar óregla og Já, og það er svo magnað að þú hugsar módelgerðina. Þú veist, hvernig verður þú til?
skilur, þú hefur ekki verið fíkill í neitt, skilur, ég ólst upp og það var fjárhættuspil, meðvirkni, alkoholismi, alls konar rugl. Ofbeldi kannski? Nei, það var ekki líkanlegt ofbeldi, en oft það ekkert verra heldur en þetta andlega. Já. Og þannig ég elst upp í þetta og það sem að þú sérð, ekki það sem þú heyrið, það sem þú sérð, það verður. Já. Og ég varð bara nákvæmlega eins og pabbi minn, sem dásamlegur maður. Þú veist, og hans stíl var miklu verri heldur en ég, þannig að þetta snýst ekki að finna einhverja sökudólga. Nei. Og svolítið skemmtilegt að segja frá því, þegar ég var 29 ára gamall. Ertu þá í bæinn? Nei, ég flyti í bæinn þegar ég er 10 ára. 10 ára? Já. Og þegar ég flyti í bæinn þegar ég er 10 ára, þá fæ ég að upplifa það er eins og ég fái nýja kennitölu. Fer í Austurbæjarskólann og þarna verð ég bara aðalgæinn, þú veist, fæ ég að vera með sætustu stelpun í skólanum. Þannig að þetta var þó að þetta hafi litið út á pappirum. Þú veist, þarna fer ég einn með mömmu til Reykjavíkur, hún í neyslu, ég alltaf einn heima. En samt einhvern veginn samverkaði þetta til góðs. Og ég fekk að vera aðaltöffarinn, alltaf á biljarstofunni, Íslandsmeistari í snóker. Hvaða stofa var þetta? Sko, við byrjuðum á biljarstofun á Hverfisgötu, þar sem hann Stebbi var. Var það stofa sem þú síðar rakst? Nei, það í Keflavík. Það í Keflavík? Já, það var sem ég byrjaði að spila púl á Hverfisgötunni og það var rosalegt fjör þar. Það var alls konar fólk og allir að krimmast eitthvað og við vorum allir að krimmast eitthvað og löggan kom 2 vikur í röð að sækja mig. Okay. Þannig sem ég var bullandi sekur. Okay. Nema svo fer ég niður á Ingólfsbiljard á Hverfisgötu 105 í kjallarannum. Já. Og þar svona ólst ég eiginlega upp. Þar byrjaði að spila snóker og var þar mjög mikið. Þá var þetta bara einhvern veginn að skrópa í skólanum og fara á billan. Þarna ertu hvað gamall? Sko, ætli ég sé ekki svona 14. Já. Og það var allt önnur menning á billanum þá. Þá voru sjóvararnir að koma í land og það var verið að spila upp á pening. Var hann hvað sér á Ingólfs? Ingólfsbiljard var á Hverfisgötu 105 í kjallarannum. Já, ok. Við Hverfisgötu 105? Í kjallarann, við hliðin á löggustöðin. Já, ég myndi að hugsa sko lögreglustöðina. Snorrabrautin og svo bara hitt húsið við hliðin á löggustöðin, hinum við Snorrabrautina. Já, ok. Já. Komið myndi á þetta núna. Já, og það var bara rosalegt fjör og ég gat ekki verið á betri stað. Við vorum þarna bara týndu strákarnir að spila snóker og þegar ég var góður í snóker, það var þetta bara ógeðslega gaman, sko. Þú veist, við vorum að spila upp á pening og ég græddi pening en rosa náttúrulega óheilbrigt allt saman. Þarna var ég bara að spila, ekki biljard, ég var að spila Pac-Man. Já, einmitt. Já, og sem spila stöðum matstofan og ég veit ekki hvað þetta hét, sko. En við vorum alltaf að spila Pac-Man og Donkey Kong og... Já, einmitt, ég prófaði það, ég var betri snókandum. Já, sem er náttúrulega frábær leikur. Já, frábær leikur. Púl og snóker, náttúrulega bara mikil íþrótt. Mjög mikil íþrótt. Ótrúlega hugsun sem það var. Já. Og hæfileikar til að ná árangur í því. Já, svo sem sagt er ég alltaf að vinna í Keflavík á sumrin, á vellinum og í fiski og svo er ég bara alltaf eitthvað að drekka og fá mér og fyrir meðferð 22. Svo langaði mér svo að eignast konu og fjölskyldu og eignaðist bara bestu konu sem ég gat eignast, bestu dóttur sem ég gat eignast. En þegar ég er 25 ára og dóttir mér fæðist, þá upplifði ég bara mjög mikið fæðingarþunglyndi. Og það var enginn að tala um það þá, að karlminn væri með fæðingarþunglyndi. Já. Og það er bara sjaldan minnst á það, það sé möguleiki. Já, og ég fer til læknisins og segist bara að vera manískur. Þú veist, sumardagana get ég sigra heiminn, sumardagana er ég bara rosa lítill í mér. Já. Og hann er svona gamla skólanum og klappa mér hérna bara, þú veist býti bara á jaxlinn, þú veist. Harkaði þetta þér? Já. Sem var mjög óheppilegt fyrir mig og það enda með því að við skiljum, ég og barnsmóðir mín út af mér og ef við hugsum aðeins ef þú ert lítill og þú ert settur í aðstæður sem þú vilt ekki vera í, það er þín módelgerð og þegar þú ert fullorðinn þá finnur þessar aðstæður aftur og ég fór einhvern tímann seinna að vinna í mínum málum. Fór á kótafundi fyrir meðvirkar sem var mjög gott og það var sko loforðin í kóta voru. Kóta er hvað?
Codependence Anonymous. Já, ok. Sem sagt, bara 12 spora samtök. Bara meðvirkni. Já. Ekki lofar, heldur einkenni meðvirkni voru ég ofurtrúr öðrum, ég í skaðlegum aðstæðum og lengi. Og þegar ég sé þetta bara, vá, já, ég sko búin að vera þarna. Og svo verið að tala rauðu spjöldin núna. Það verið að tala að hljóð og mynd fari ekki saman. Og þú veist, allar þessar aðstæður sem ég var í, sem ég var að kvarta yfir, þú veist, það sem var það var ég. Rauða spjaldið, það voru sárin mín. En ef þú getur ekki haldið á sársaukanum þínum, þú veist, í mínu tilfelli, þá valdi ég að benda á fólk. Sem einhverja blórabögla þá? Já. Sem að voru þá orsökin af þínum sárundum? Já, þannig að þessar skaðlegu aðstæður voru ég sjálfur. Já. Og svo þegar ég fer að taka ábyrgð og fer að vera heiðarlegur, að þá opnast himnarnir og samtalið, þú veist, það breytist ekkert fyrir samtalið breytist. Og þegar ég segi, þú veist, ég bara elska Ísland, skilurðu, ég elska þetta land, þú veist, ég elska vinnuna mína, elska kúnnana mína. Þú veist, það er bara út af því að samtalið er búið að breytast. Ástarjátningar eru mjög sterkar, eða eru alveg einlegar. Já, og ég er svo blessaður og lífið mitt er svo gott. Og við tölum hérna bara aðeins út að ég er markþjálfi og ég er með hérna vinnustofur. Aðeins að fá að grípa inn í. Það sem ég tek eftir, að þegar þú ert að vinna niður í world-class, að það er svo gaman hjá þér. Já, ég er svo skemmtilegur. Það er nefnilega málið. Já. Og hérna, þegar ég kem kannski á mína morgunæfingu og sé þig og Krissa og bara kalla hana hérna, það var alltaf svo gaman hjá þér. Og ég er svona, mér finnst gaman að koma að segja góðan daginn og aðeins að fá smá, ég svona soga smá orku frá okkur. Fá smá rjóma. Já. Það er líka svolítið gaman að hugsa, þú veist, þegar ég ólst upp, þá var ég rosa viðkvæmur persónleiki. Og þessar aðstæður sem ég var settur í voru óbáslega óheppilega fyrir mig. Já. Og þessar aðstæður þá... Sem voru bara alast upp í alkoholisma og fíkn og óheiðarleika og... Já, bara... Ójafnvægi. Meðvirkni og öðru. Það eru aðstæðurnar sem við erum að tala um. Já. Og hérna, þannig að það sem gerist hjá mér er það að ég bara get ekki meira þess. Já. Þú veist, ég get ekki verið í, þú veist, ef ég er inn á stað sem er friðlaus, þá bara fer ég. Já. Og hérna, og það er svo gaman hvernig lífið gerir upp við mann. Og ef þú ætlar að byggja hús sem er 100 hæðir, þá þarf þetta að fara 30 metra niður í jörðina, svo húsið haldi. Já. Þannig að kannski er eitthvað að hlusta núna og hann kannski upplifir að lífið sé mjög erfitt. En ef þú fer að vinna í þínum málum, þá býrðu til svona eiginleika. Þú veist, út af því þú fórst svo langt niður, þá kemstu hærru. Já, ok. Já, bara búin að grafa dýpri sökul. Já. Eða grunn. Já, svona vogarafl. Já. Og hérna... Færra sem kemur óvart. Já, og það er hérna... Það er svolítið gaman að hugsa sko, þú veist, ef það er eitthvað að pirra þig. Já. Þú veist, það er yfirmaðurinn eða, þú veist, makinn eða börnin eða þú horfir á fréttinnar, þú veist, þetta er alltaf sama fréttin. Sama fréttin, önnur dagsetning. Önnur dagsetning. Já. Og kannski þú ert að horfa á þetta og þú verður pirraður. Þú veist, alltaf þetta sama með þennan stjórnmálamann. Alltaf þetta sama með þetta veður. Þú veist, alltaf sama með Júlavin, hann er alltaf að svíkja mig, þú veist. Þú veist, hvað býr til pirringin? Þú veist, er það að hafa verið í fréttum að veðurspáin sé slæm? Nei. Þú veist, þú býrð hann til sjálfur. Þannig að þú æfir því að sjá stóru myndina. Þú veist, hvað er í raun að vera að gerast? Og það er samtalið. Og samtalið við sjálfan þig. Já, og líka hugsanirnar. Það sjálfstal. Já, og þú þarft til að breyta, þú þarft orð á móti orði. Þannig að við tökum dæmi, bara ef að þú ert að fara í vinnuna, og þú bara yfirmaðurinn minn, hann er bara, þú veist, það er alltaf einhverju stælar í honum. Og ef að þú breytir orðræðinu og segir bara, þú veist, ég ætla bara að blessa yfirmanninn minn, ég ætla bara að biðja fyrir honum, sýna honum virðingu, þú veist, ef þú vilti virðingu, þá sýnir þú öðrum virðingu. Já. Og ég hérna, einhvern tíma, sko, fyrir stuttu síðan, byrjaði ég í vinnu
Og ég tók svona ákvörðun að ég ætlaði að vera besti starfsmaðurinn í þessu fyrirtæki. Og ég hugsaði bara, ég ætla að gera allt sem ég á að gera mjög vel. Svo ætla ég að finna eitthvað meira sem ég á ekki að gera og gera það samt. Og mér leiði svo vel í vinnunni. Fattar mig? Já. Þú veist, rannsóknir sýna fram á það núna að 4 af hverjum 5 sem í vinnu í öðru fólki mæti vinnuna fyrir sjálfan sig, en ekki vinnuveitendur. Og hvernig líður þið þá? Og þetta fylgir þér alltaf. Og það sem þú gefur er það sem þú færð. Já, já. Og til dæmis, þú veist, ef þú vilt innleiða meiri hlýju inn í lífið þitt, þá sýnir fólki meiri hlýju. Og ég sem sagt með þessi námskeið, sem svona vinnustofa, þar sem þú finnur út bara hvernig þú getur gert það sem þjóna þér fyrir bestu og hverju augnabliki. Er það sem sagt markþjálfun í grunninn? Ég oft velt fyrir mér, þú veist. Já, ég nota markþjálfun í því. Já. Er markþjálfun inni bara að hitta í mark eða? Sko, markþjálfun Segðu okkur aðeins frá. Sko, þeir náttúrulega kalla þetta life coaching í Ameríku. Já. Þannig að þetta svona lífsþjálfi. Og markþjálfun bara speglun. Ertu búin að lesa bókina Spámaðurinn eftir Khalil Gibran? Nei. Í henni sagt frá manni sem mjög vitur og þeir kalla hann spámanninn og hann búin að vera að bíða eftir skipin í 12 ár. Og svo skipið allt í einu komið og fólki bara, nei, hann að fara með allt vitið. Og almítran í þorpinu kemur til hans og segir bara, ertu til að segja okkur allt sem þú veist á hann ferð? Og þá segir hann þetta frábæra svar, hvað get ég sagt ykkur sem þið vitið ekki nú þegar í hjörtum ykkar? Þannig að þín svör búa innra með þér. Og ég með smá sýnikenslu hérna. Já. Þín svör búa innra með þér. Okay. Og hérna ég með, ég ætla að sýna ykkur þetta bara hérna. Ég með hérna, þið viljið slaka eins hérna. Við elskum að slaka. Þá í kamilute, toppurinn. Sultu slakur, það fátt betra. Já, en þessi hérna sjáu þennan tannstöngul hérna. Reynslan mín, hugsaðir hérna reynslan mín hérna, og bara hérna fyrir á 3 tönnuðar. Reynslan mín, hún alveg eins og þessi tannstöngul, hún bara einnota. Þannig ef að þú ert í einhverju vesen, ég segja, gerðu nú bara svona og svona og svona eins og ég, þá ég að áætla það að þú sést ég. Þannig að markþjálfun gengur út á það að þú færð speglun. Þú veit hvað að gerast innra með þér núna. Og svona venjuleg markþjálfun þannig bara hvert viltu koma og hvernig ætlar að komast þangað. Og svo teiknum við það bara upp. Og svo gegnum ákveðna tækni þá farið að heimsækja þann stað. Hvernig tilfinningin? Hvað breytist? Bara já, vá, ég til í þetta. Og það svolítið gaman, sko, viltu fá upplýsingar eða upplifanir? Þú veist, ég get sagt þér hvað ég geri. Þú veist, ég vakna á morgnana og ég skrifa morgunsíður. Hvað morgunsíður? Morgunsíður bara mesta undur sem ég hef lært. Og morgunsíður svona prógram sem Julia Cameron hannaði, sem skrifaði bókina The Artist Way. Og morgunsíður gangi út af það að þú vaknar á morgnana, sest niður með penna og blað og þú bara tekur það sem í hausnum á þér og setur það á blaðið. Þannig að þú tekur allt sem hér og þú bara klár út í daginn. Og þetta svona eins og andlega rúðuþurrkur. Þannig að ég geri þetta á morgnana og svo hugleiði ég. Svo hjóla ég í vinnuna 15 kilometra og hlusta á kennslu. Og ég bara í geggjuðu stuði þegar ég mæti. Svo hreyfi ég mig með eitthvað, svo tegi ég eitthvað, svo fer ég í sjósund. Og svo ég dásamlega tíma með unnustunni minni og við erum alltaf bara að haldast í hendur. Þú veist, við erum bara alltaf svona. Þú veist, við bara vöknum svona, söfnum svona. Þú veist, þetta mitt líf. Já. En ég ætla ekki að segja þér, Hlynur minn, þú þarft nú að gera svona. Nei. Sko, hérna... Þetta sem þú skrifar, þetta bara nokkuð svona, hvað kallaði þetta? Morgunsíður. Morgunsíður, ertu bara með eins og dagbók eða? Já, en þetta ekki dagbók samt. Þetta morgunsíður. Þetta ekkert sem þú setur á netið? Nei. Þetta bara eitthvað sem átt fyrir því og þú skoðar þetta helst ekkert. Kannski þetta hálft ár. Já. En bara það sem þú ert að gera, þú ert að taka það sem hér og þú ert að losa þig við það. Og það það sem ég að kenna fólki á þessum vinnustofum. Já. Þannig á þessari vinnustofu þá farið að teikna upp heildarmyndina
finna leið hvernig þú ferð þangað, fullt af verkfærum í töskuna og svo viltu sjá hvert þú ferð. Og svo hérna breytingaferli þarf eftirfylgni, svo getur verið í áframhaldandi markþjálfun. Og til dæmis þá ég að kenna fólki að gera æfingar með teygjum. Og það eru rosa margir með vöðvabólgu og spennu. Og það eru rosa margir slæmir í öxlunum. Færa þetta? Já, færi með það tebókan hérna. Og til dæmis bara... Koma þeir til sögu aftur? Já, þetta rífandi stemning. Þú átt bara sviðið. Já, og hérna, við sjáum hérna þessar teyju hérna. Þú veist, kostar 990 kall í Hreysti. Okay. Og ef við hugsaum sko Hippókrates að láttu matinn vera meðalið þitt. Þú veist, en ég segi, láttu blóðflæði vera lækninguna. Til dæmis ef þú ert slæmur í bakinu og þú mætir í ræktina og þú gerir léttar fótaréttur, fótabeygjur, 5 sett létt 20 sinnum. Blóðflæðið fer úr fótunum upp í bakið og þú lagast í bakinu. Margir sem í vesinni með axlirnar á sér og þú veist, og þá erum við með þessa teyju hérna og gerum svona. Og svo til að losa vöðvabólguna, aðeins hérna. Aðeins hérna. Og svo getur þú gert allt með þessari teyju, getur tekið hérna bekkpressu, getur tekið róður, tekið axlapressu, tekið byssurnar og þessar hérna eru frá Navarone, sko. Ég sé það. Og svo þríhafðan. Þannig ég kenni fólki og svo tökum við myndband, þannig að fólk bara fer af vinnustofan bara með fullkomið æfingaprógram. Og svo hérna, þetta hérna, hörfræolía. The lotion is the motion. Setjum þetta hérna í... Já. Það sést vonandi. Já. The lotion is the motion. Þú veist, við búum í samfélagi sem kaloríufælið. Já. Já, það nú alveg sko... Ekki, það alltaf mikið kaloríum í þessu. Já. Og svo allir að fá sér einhverja pillur fyrir liðina. En ef þú hugsar, sko, ég hjóla mikið og ég tvisvar búin að lenda í því núna að keðjan dettur af hjólinu. Já. Út að ég ekki nógu duglegur að smyrja hana. Fattarðu mig? Já. Og svo ert þú eitthvað að sýsla, svo þú veist, út að þú ert ekki búin að smyrja. Já. Og svona olía, hún sem sagt, þú ert að fá þér 3 matskeiðar á dag. Eina matskeið ber 25 kíló. Ok, bara eins og bara lýsi bara, sem þú þessi lýsi? Nei, þú vilt fá þér hörfræolíu eða hampolíu eða avokadolíu. Ok. Og hérna, hafa þetta kaldpressað. Og þetta, hérna, bragðgóðugt? Það allur gangur á þessu. Ég var í hernum í Kanada, sko, og ég gerði það bara, ég nenni ekkert að setja í skeið, sko. Fæ mig bara gúllara. Þú ert náttúrulega frá Keflavík. Já, en það sem holl fita gerir, hún kemur inn í líkamann, og þú ert með óholla fitu og hún tekur utan um hana og hún ber það út og holl fita kemur í jafnvægi á líkamann og gerir þið ógeðslega kláran. Þú veist, ég svona klár út af þessari olíu, þú veist að beila okkur svona klár. Og hún tekur sykurlöngun í burtu. En svo allir að hugsa, alltaf mikið kaloríum í þessu, þú veist, fáum okkur bara pítsu. Og þegar þú ert að borða, þá viltu borða prótein og kolvetni 1:1. Og 1 gramm af kolvetni móti 1 gramm af hérna próteini. Já, þannig að þú vilt hugsa ég vil fá gott prótein og góða trefjar. En hvað gerist þú fyrir út að borða? Hvernig lítur diskurinn út? Fattar mig? Já. 1:10, 1:20, fáum okkur pítsu, 1:500, skilurðu? Já, en þú veist, miklu meiri kolvetni heldur en prótein. Já. Og jafnvel þá fita. Já. Þannig að þú vilt æfa því þessu og svo kom ég með þetta hérna, þú veist, hvað hér í? Finnur, hvað hérna? Hvað þetta? Hvað þetta? Þetta eitthvað hvítt efni. Já, hvað þetta? Ég myndi að þetta væri sykur. Eða hveiti eða... Þetta husk. Þetta husk? Þetta husk. Ég held að þetta væri svona einhver rásykur eða eitthvað. Já, þetta husk sem rosa gott fyrir þarmaflóruna. Já, þú meinar. Og ég fæ mér eina teski af þessu. Hvað husk? Husk eru trefjar. Ok, sem koma af bara úr hérna... Einhverju rosa flottu, huskplöntu alveg. Já. Og þú kaupir þetta bara í poka, þú veist, ég hef keypt með pillurnar og mér finnst það ekki virka, mér finnst þetta betra. Ok. Þannig að þú færið þér eina teski af þessu, 1 slurk af ólífuolíunni og svo ég með þetta hérna, kamillute. Hvað það að gera hér? Kamillute, það róar þig. Já. Kamilla þá bara vantilega... Kamilla svona jurt sem róandi. Já. Og ef við hugsum sko hérna, ég á nú byrjar að segja þér frá því,
að mér langar alltaf svo vel að líta vel út þegar ég fer á þjóðhátíð. Já. Þannig að markmiðið var alltaf að vera 75 kíló 15. júlí. Og gekk það eftir? Það heppnaðist aldrei. Já, ok. Af hverju heppnaðist það aldrei? Varstu þá of þungur eða of léttur? Já, of þungur. Já, já. Vildi líta vel út, bara fyrir stelpunnar á þjóðhátíðinni, drepast og minnimáttakennd. Þú veist, ég varð bara að vera alveg ógeðslega flottur, dreigja eitthvað séns. Já, ég minna þú varst náttúrulega aðal töffarið í Austurbæðarskóla. Já, en svo einhvern veginn var ég með svo rosamikla minnimáttakennd. Svolítið merkilegt, sko, þú veist, þegar við vorum í Gaggo þá kom hérna vinkonan, herði, hún er hrifin að þér, hún er hérna Stella. Já. Og ég man því ég heyrði þetta fyrst, þú veist, ég trúði ekki 1%. Þú veist, hérna. Að hún gæti virkilega verið hrifin. Já, og ég var svo lítill í mér, það var bara ekki séns, en svo byrjuðum við saman og ég klúðraði því einhvern veginn. Já. En af hverju náði ég ekki markmiðunum mínum? Þú veist, ég var ekkert að hugsa ef við hugsaum hvernig leggur inn fyrir góðum morgundegi. Þú veist, og það er bara þannig, framheilinn, þú veist, þú vaknar á morgnana, þú ert bara sjarp, þú ert bara til í að fá þér hérna hugleiðsluna og bara olíuna og ferð bara, þú veist, þú bara rosa klár að gera allt, en svo seinnipartinn, þá er framheilinn, þú veist, þá er sem sagt olían á honum, bensínið hans, búið að minnka alveg helling. Og þá allt í einu verið freistandi að stoppa í sjoppunni, þú veist, stoppum í aktu taktu, skilur við. Fáum við eitthvað eitt sveittan hérna og gerum eitthvað í þessu. Já. En þannig að það spurningi hvernig fyllur á framheilan þegar þú ert búin að vinna. Og ef við hugsaum sko fólki sem býr með þér, þú veist, makinn, börnin, og ef við hugsaum ef maður kemur alltaf heim alveg búinn á því, sest í sófan, kveikir á fréttunum, fær sér að borða, ég er svo þreyttur, gef mér smá space. Þú veist, en það sem ég segi, þú veist, gefum okkar bestu, okkar besta. Þannig að finna einhverja leið til að fylla framheilan. Og hvað getur þú gert? Þú getur til dæmis bara stoppað í laugin og farið í heit- og kaldapottin, simmt smá. Farið, þú veist, upp í Öskjuhlíð og labbað aðeins, út að skokka aðeins, þú veist, hugleitt aðeins. Þú veist, bara hringt í vininn í Tókjó og tekið smá Zoom hérna og bara eitthvað sem er hress og kátur, þú veist, og komið heim. Og það er svo magnað ef við hugsaum fyrstu snertinguna. Þú veist, í upphafi skal endirinn skoða, your starting place decides your outcome. Þannig að fyrsta snertingin, segjum bara svo ég er að hitta þig og ég segi bara, þetta er asnalegu bólur. Þú veist, hvað gerist þá? Það sendur mjög svona skrýtna strauma. Já, en ef ég segi bara, ástin mín, þú veist, þú kemur heim til maður bara, ástin mín, vá hvað lítur vel út, og leið mér að kissa þig. Og svo hittur þú börnin, þú veist, bara strákurinn minn. Þú veist, þarna er klára stelpan mín. Þú veist, þá ertu bara búið til svona orku, bara þarna ertu, strákurinn minn. Allir hlakka til að sjá þig. Já, og þá ertu basically, þú veist, í upphafi skal endurinn skoða. Já. Þá er mjög líklegt að kvöldi endi þannig. Þannig við viljum æfa okkur í þessu og svo viljum við borða, þú veist, grammeti og fisk helst. Ég hef alltaf sagt að hérna, ef þú endar daginn vel, þá eru allar líkur á því að þú opnir nýjan daginn vel. Og náir markmiðunum sem þú setur þér. Já. Mjög gott. Ertu sáttur þú fer að sofa og þá vaknar þú sáttur. Já. En ef þú fer ósáttur að sofa, þá vaknar þú trúlega ekki sáttur. Já, þannig að þú leggur inn fyrir góðum morgundegi og svo erum við að hugsa sko að Harvard háskóli er búinn að rannsakna hamingju síðan 1934 í 80 ár. Okay. Og það er alltaf sama útkoma, það eru tengsl. Það er að mynda heilbrigð tengsl. Og þannig að til dæmis bara, þú veist, að fara út að labba með fjölskyldunni, makanum. Og svo kemur þið heim og þið farið að spila borðspil. Já. Skiljiði mig. Eða að horfa á okkur að hugljóa mynd saman. Og svo viltu bara varast bláu ljósin svona síðustu 2 tímana þangað til þú sofnar. Er það bláu ljósin frá tölvunni og símanum? Já, en sjáðu hérna hitt dæmi. Þú veist, þú kemur heim, sestir fram á sjónvarpið, setur eitthvað í örbylgjuofninn, byrjar að horfa, kíkir í síman, kíkir á tölvuna, horfir eitthvað og svo ertu allt í einu komin í ísskápinn aftur og svo ertu alveg að leka niður, en þetta er svo spennandi þáttur, horfum á eitt þátt í viðbót og ef við hugsaum leptín framleiðslu líkamanns. Leptín er hvað? Það er sem sagt þyngdarstjórnunar eitthvað í líkamann, hormón, já. Og ef að þú stelur smá af svefninu þínu,
að þá minnka leptínframleiðslan sem gerir það að verkum að þú vaknar þreyttur, þú vaknar svangur, líkaminn öskrar á einföld kolvetni sem eru skammtímalaust. Já, og svo bara ef við tökum þetta, legginn fyrir góðum morgundegi og svo bara morgunstund gefur gull í mönd. Þú veist hvernig byrjar daginn? Ég fer sund. Einmitt, nákvæmlega. Og helst í ræktina. Já. Það er alveg fullkomna byrjun á degi. Já, þannig að finna einhverja leið sem pumpar í dekkin. Já, og framheilan. Og framheilan. Og þessi blessaða vitund að þú veist, hvernig er þetta að næra vitundina? Þú veist, hvernig er þetta að koma þeim upplýsingum hérna inn sem þú vilt að komi hérna út? Ég tók eftir því áðan að þú talaðir þú veist, að vera í flæði. Að vera í flæði er æði. Að vera í flæði er æði. Og það er einmitt, ég vildi aðeins hnykkja á því, því að ef ég er í þessu flæði, þá finnst mér, ég upplifi tímaleysi. Einmitt. Tíminn bara, þú veist, er afstæður, bara hverfur. Og ég upplifi til dæmis flæði, segjum bara, í æfingu. Og þá get ég bara, ég get sónað út. Mér líður rosalega vel. Og það er til svona, það sem heitir flowchart. Svona skali. Þannig að ef álagið er ekki mikið, ef álagið er allt mikið, þá verður til streituhormón. Og Guð hjálpi þér. Já, takk. Og ef álagið er, þú veist, ekki nógu mikið, þá fer þið bara leiðast. En ef þú ert þarna einhvers staðar á milli, þá geturðu, þá öðlast einhver aðra og skýrari vitund og getur komið ótrúlegustu hlutum í verk. Og ég, til dæmis, einu sinni var ég mikið að skrifa texta og það var eitthvað sem ég fannst rosalega gaman. Og þá þú veist, eftir kannski, maður satt kannski yfir þessu í langan tíma. Svo kannski daginn eftir maður skoðu þetta bara, skrifaði ég þetta? Geggjað. Hvernig? Þetta er flott, hvernig fór ég að þessu? Þá er maður í einhverju flæði. Mjög gott. Og þá nær maður einhverju þessari tengingu við það sem ég segi almættið. Þetta er líka svo gott, þú veist, ef við hugsum þú veist, dópamín, þú veist, ef við hugsum þú veist, hvernig er þetta að virkja skapstjórnarhormónið, vellíðunarhormónið, þú veist, innleiða meiri hlýju, þú veist, hvernig gerur þetta allt. Og ef við hugsum ef þú sækir ekki góða dópamínið, þá kemur slæma dópamínið og sækir þig. Þannig að ef að þú ert ekki að næra þig, að þá ertu allt í einu fann að deyfa þig. Þannig að góða dópamínið er það eitthvað sem drífur þig áfram í ákveða átt? Já, það er bara þetta sem við erum búin að tala bara hreyfing og dópamín hef ég lesið er svona drifkrafts boðefni. Það er svona drífur þig áfram, en það getur náttúrulega, þú veist, drífur þig áfram á vondastaði líka. Eins og fólk sem er að taka kannski, þú veist, ég segi til dæmis kóka en eitthvað sem það er slæma dópamínið. Það er slæma dópamínið. Þannig að ef að þú ert ekki að sækja góða dópamínið, að þá tekur slæma dópamínið þig. Og sko það sem þú varst að tala áðan, þetta flæði og svo sköpun, þú veist, ég er lækningin, þú veist, ég er undra, þú veist, powerið. Lausnin. Já, þú veist, þegar ég held vitundin í hreinni, þú veist, það sem ég legg upp með, það er að vera með hreina vitund og að vera svona flugbeittur. Og Stephen Covey talar í 7 Habits bókinni sinni sem að margir þekkja, að þú átt að brýna öxina. Nú förum við út í skó, þú ert búin að brýna þína öx, ég kem allt of seint og við þurfum að höggva 3 tré og þú ert byrjaður, en ég má ekki að brýna öxina mín, ég er svo sein. Skilurðu? Svo þarf ég að tjekka á símanum og senda ykkur e-mail og bara ég má ekki að þessu og svo gengur ekkert hjá mér. Og það er það sama með okkur. Þú veist, við þurfum að brýna okkur og þegar þú brýnir þig og það sem ég legg til, þú veist, þessin er að tala að þú veist, að tengja
þú veist, ég var alinn upp með ráðgjöfum, þú veist, það var alltaf, gerð þú þetta, gerð þú þetta, gerð þú þetta. Svona beina skipanir. Já, þú veist, alltaf hérna, tannstöngullinn minn hérna, takk þú hann, troddu honum upp í þig, hérna, opnaði munnin og hérna, þannig að þú ert að leiðrétta. Og hvað gerist, þú veist, ef ég er að segja, Hlynur minn, þú þarna að fara að hugsa það en gang, skilurðu, þú ert orðinn þetta gamall og skilurðu. Það fá þér rafmagnsbíl og kaupa þér hús á Spáni og þú þarft að fara að taka til hendinni. Já. Og það sem af hverju er ég að segja þetta, þú veist, ég er svo lítill að ég þarf að setja þig niður svo ég fari upp. Já. Það er stóra myndin. Þannig að við viljum vera að tengja fólki, bara frábært hjá þér maður, gaman að hitta, gaman að koma hérna til þín, þú veist. Og það sem að, þú veist, það sem að ég legg upp með á daginn, þú veist, mér langar að búa til bros. Já. Þú veist, mér langar að skilja, þú veist, það sem að, sko, lífið mitt snýst hvaða áhrif hef ég á fólk. Og þú ert listamaður í lífinu? Ég er listamaður í lífinu. Já, og mér finnst þú ganga, þeir gengur mjög vel að búa til bros. Þegar ég var að segja þetta áðan, að það er yfirleitt, svo, yfirleitt, það er bara alltaf gaman. Já, það er gaman að vera ég, en þetta er búið að vinna. Já, ég heyri það. Já. Komið langa leið. En þú er búin að vera í þessu núna ég sá einhvers staðar eitthvað viðtal við síðan 2003, þannig að þú er búin að vera í þessu í meir en 20 ár. Já, akkurat. Og ef maður er að gera eitthvað í 20 ár og finnst það skemmtilegt, þá er maður að gera eitthvað rétt. Já, akkurat. Enda finnst mér, sko, við tölum aðeins það sem við þetta gera, að ég hef séð, þú veist, ótrúlega breytingu á þínu fólki, þínu skjólstæðingum, þínu nemendum. Já, ég er náttúrulega með markþjálfun og engaþjálfun. Já, en bara, þú veist, menn er að styrkjast, menn er að grennast og menn er að fegrast. Já. Þegar þetta gengur upp þá lítur fólki betur út. Já, og líka bara við tölum aðeins heilan, þú veist, hvað þarf heilin? Þú veist, heilin er það líffæri sem er mestri orku. Þannig að fólk kemur til mér í þjálfun að banna því að telja. Þú veist, ekki spyrja mig hvað ég gerir þetta oft, hvað ég gera næst. Já. Þú veist, vertu bara í flæðinu. Já. Og við erum að gera 3 æfingar til skiptis. Ég segi bara skipta. Já. Þannig að ég er að reyna að leggja upp með það að fólk fái hvíld fyrir heilan. Já. En heilin hann þarf endurmat. Og það sem ég ger á þessum námskeiðum, það er að fólk gerir upplifun á dagskrá. Já. Þannig að þú finnur út hvaða hreyfingu þarf ég. Þannig að þú fer í ræktina á mánudögum, fer á fjallið á þriðjudögum, þú veist, fer í sund á miðvikudögum, þú veist, teygir á fimmtudögum. Þannig að þú ert búin að plana þetta allt. Og því minna, hugsaði bara núna, þú veist, ef ég væri búinn að vinna í dag og mér langar svo að fara að hjóla og ég hringi í þig, Hlynur, þetta ég að koma að hjóla, þú veist, þá ert þú skipulega og búinn að gera allt önnur plön. En ef ég er bara búinn að teikna upp vikuna, þetta er bara eins og fólk sem lendir í vandræði með mataræðið sitt, að þá er lagt upp með því að þú ákveður hvað og hvenær þú ætlar að borða á morgun. Þannig að segjum bara, þú veist, á morgun, þú veist, þá ætla ég að vakna og fá mig kaffi og svo ætla ég að fá mér havragrauð klukkan 10 og 1 egg. Svo klukkan 2 ætla ég að fá mér leðslu og banana. Svo klukkan 6 ætla ég að fá mér fisk og grænmeti. Og þú hugsaði þér og þú aldrei ekki að hugsa, hvað er ég að borða núna? Mér langar svo í þetta, mér langar svo í hitt. Og svo er þetta hérna, þú veist, hvað er þetta að gera hérna? Og hvað ertu með hér? Hérna er ég með hitabrúsa sem heldur vatninu heitu allan daginn. Já. Og ég er með te hérna. Þannig að þegar þú ert búinn að borða og ert svangur og svo opnar þú tebrúsan og svo færðu þér sopa. Þetta er bara lítill kaffibrúsi. Og svo færðu þér sopa og þá er líka minn, herðu, það er eitthvað heitt að koma í kroppinn. Þú veist, er þetta nautastegg? Þú veist, er þetta fiskibólur? Yes, skilurðu? Og er þetta kamiluteið? Nei, þetta er annað, ég fæ mig þetta fyrir svefnin. Já. Þetta er eitthvað voða fínt jurtati. Þannig að með því að fá sér svona eitthvað heitt, svona kannski svolítið á milli mála, að þá ertu að plata líkamann. Þú veist, þá þarftu ekki endilega að fá þér pulsu og kók, skilurðu. Einmitt. Þannig að þetta er svona svolítið tricks. Og það er svolítið merkilegt, sko, ef þú vilt komast eitthvað, þú veist, finna eitthvað sem hefur komist þangað. Þú veist, ég er breyting. Og svolítið merkilegt þegar ég var í leikfimi. Ertu að tala í grunnskóla? Í grunnskóla, þú veist, þegar ég var 10 ára kannski. Já. Þá áttur að hlaupa á stökkbretti og fara yfir hestinn. Já, ég er menntaður íþróttakennari.
þetta var hluta mínu íþróttakennarannámi. Nema það, þegar ég tala að mér hafi liðið mjög illa, þá get ég sett það í samhengi núna. Þú veist, ég ætlaði aldrei að reyna að hlaupa yfir hestinn. Þannig ég hljópa af stað, koma, hvað hét þetta? Þetta er bara trampolín, stökkbretti, koma því, þorði ekki að fara á það. Já. Þannig að ég bjó til svona munstur í lífinu. Þú veist, ég að fara þangað en samt ekki reyna að komast þangað. Þannig að ég hef rosalega oft upplifað, mér langar að komast þangað, en ég þarf eitthvað meira til að gera það. Það er stökkbretti? Já, þú veist, það vantar eitthvað hingað. Já. Hvað segir maður, bara kjarkinn? Já, en þarna sérðu, þegar maður er lítill, þá er þetta að búa til munstur sem þú tekur með þér. Þegar ég var 10 ára gamall, þá var maður sem var mjög tengdu mér, hann var svona að henda svona tíköllum á gólfið. Og svo var ég að tína það upp og hann segir við vin sinn, sjáðu hvað hann er heimskur. Hann reynir ekki að grípa tíkallinn og þarna er ég 10 ára gamall og þarna bara tek ég meðvitað ákvörðun að vera heimskur. Já, ok. Þú veist, og hvað gerist? Þú veist, ég fyrir í verslunarskólan, fell 3 ár í röð, skilurðu, alltaf að gera einhverja vitleysur. Þú varst kannski bara búin að setja þig við það að vera, þú veist, álítið heimska. Já, basically, þegar þú ert svo varnarlaus þegar þú svona lítill, þetta kemur bara hingað. Já. Skilurðu, var þetta í lagi? Já, þetta er hljóðneminn. Já, en svo er ég með aðra dásamlega sögu. Ég á alveg frábæran vin sem var að segja mér frá því að þegar hann var 10 ára, þá er jólin og amman setur alltaf spes svona hálsmenn hálsinn á sér. Já. Og ein jólin þá er svona einhver flækja. Og hún næri ekki að losa úr, svo kom allir og kallarnir, ég græði þetta og svo náði ekki að græða þetta. Hann er 10 ára gamall, næði sér í títubrjón, lagar festina fyrir ömmu. Já. Og frændans kemur til hans, bara vá, þvílíkar hendur. Þú eru ábyggilega gullsmiður. Og núna, 59 ára seinna, þá bara getur hann allt. Hann bara smíðar og málar og múrar og þannig að bara fyrir ykkur afa og foreldra, þú veist, sáum ykkur svona í börnin, þetta er alveg dauðafæri. Já, ég tengi við þetta því að það var svona mikilsmetið til dæmis afi minn var mjög laghendur. Og það var alltaf talað að hann væri 1000 hella smiður og ef ég var að gera eitthvað og einhver sagði að þú ert nú mjög laghendur, getur gert ýmislegt, þá var þetta rosalega hvatning til að vera laghendur, til að geta og verið lausnamiðaður. Já, en svo þurfum við að innleiða þetta, nú erum við orðnir fullorðnir og við þurfum að segja þetta af okkur, það þarf orð. Og börnin okkar. Og börnin okkar, já, en þetta byrjar allt hjá okkur. Já. Og því betur sem hún hlustar á þig, því betur tjáur þig. Já. Ef þú segir ekki það sem þú ert að hugsa, þá byrjar að segja það sem þú hugsar ekki. Þannig að þú vilt vera í samband, þú vilt tala til þín. Já. Bara vá hvað flottu gaur. En þegar þú segir, þú veist, þetta samtali að tala til þín, að ég er kennari og ég þjálfa mikið fótbolta og maður ofta velta fyrir sér hvað er það sem gerir það verkum með einhverjum á árangri. Og maður getur, finnst mér, talað árangur inn í viðkomandi. Nákvæmlega. Og bara sannfæra hann nógu mikið það hvað, þú veist, að hann geti þetta. Þá verður mun meiri líkur á hann, þú veist, geti hlutin. Já, og þetta er líka, sko mér finnst, Það lítið sjálfstraust er gríðarlega algengt. Að fólk afskrifa sig og hæfileika sína. Nei, ég geti þetta ekki, þetta er ekki fyrir mig. Þú veist, þetta er bara, þú veist, Ronaldo getur þetta en ég geti þetta aldrei. Nei, ég segi, þú veist, það er ekki svoleiðis. Hann var einu sinni á sama stað og þú. Og hann gæti þetta. Já, þetta er samt líka rosa góð pæling hérna. Það er metnaður. Þú veist, ég var bara rosalegu fíkill. Og það var engin metnaður í mér. Nei. Það var bara ekki til. Þú veist, ég var bara að deyfa mig. Fíkn er náttúrulega rosalega, þú veist, hvað segir maður, heilkenni sem er bara gríðarlega margslungið. Og maður einhvern veginn, þegar maður er ekki fíkill sjálfur, þá getur maður bara trúlega ekki sett sér þessi spor. Nei, að vera fíkill er að vera fangi og fíkn er þríhöfða þurs. Það er sem sagt fíkn, þráhyggja og fráhvörf. Og þú færið þér eitthvað og þú ferð í fráhvörf.
Þú veist, þú færið þér eitthvað. Þú færið þér eitthvað og það sama hvað það kostar, þú ætlar að fá það. Já, og svo, já, þú færið þér eitthvað, þið líður rosa vel. Já. En svo ferði í fráhvörf. Þannig að við tölum bara dagdrykkjumenn, þú veist, þú færið þér að drekka, svo ertu ekki búin að drekka neitt, þá ferði í fráhvörf. Já. Og þá ertu tilbúin að gera allt til að fá drykkinn aftur. En svo er þetta líka huglægt þráhyggja sem virkar þannig að þú hugsar, já, ég ætla að vera edrú um helgina. Þú veist, konan er búin að segja við mig, ef ég detti þá er þetta búið. Og þú ert búin að ákveða að vera edrú um helgina. En þú ræður ekki við fráhvörfin og þráhyggjuna. Já. Þannig að þú enda með því að detti í það og þú missir allt. Út af að þú fattar ekki hvað er að gerast. En ég segi sko, þú veist, að vera í bata er 3 arma ljósastika sem gengur út á tengsl, tilheyra og núvitund. Tengsl til, þú vilt vera partur af ykkur. Já. Þú vilt ekki vera eins og Lukku-Láki. Ég var að lesa Lukku-Láka þegar ég var lítill maður. Það var alltaf vísan í lokin. You're a lonesome cowboy riding all alone. Og ég bara, já. Svo fór ég til sálfræðings, þú veist, þegar ég var 27 ára eða eitthvað. Og ég átti að svara 500 spurningum. Þú veist, og það sem kom út úr því, út Lukku-Láki. Bara búin að sætta þig við það. Já, basically, þú veist, það voru þetta aðstæður sem kom í mig. Já. Og ég hafði ekki bólmagnið til að takast á við það þá. En svo þegar ég var 29 ára gamall, þá var ég á göngu í Skútuvoginum og það kemur svona SMS bara. Þú ert háður því að þóknast öðrum og háður því að hafna sjálfum sér. Og ég man, þú veist, ég var svo reiður, ég var svo hallaríslegt og ég náði að nota reiðina í að vinna mig úr þessu. Ég fór á þessa kótafundi, vann sporin, hjálpaði öðrum að vinna sporin, stofnaði fundi og ég náði að nota þessu bara reiði. Og mér er svolítið gaman að reyna að finna, þú veist, hvaða afl er best til að hjálpa þér, þú veist, hver er kveikjan? Og kveikjan er rosalega oft bara athugun og ásetningur. Og þess að þegar ég var ungum þá vildi ég aldrei fikta í tökkunum. Bara láta þetta vera, þú veist, ég ætla bara að vera svona. Ég má vera svona. Veistu ekki hvað ég er búin að eiga erfitt? Þú til að vorkina mér. Veistu hvað lífið mitt var erfitt? Þú veist, viltu vorkun eða vöxt? Vöxt. Auðvitað viljum við vöxt. Já. Þannig að þetta er ótrúlega spennandi og svo bara í dag ef við hugsaum bara taugakerfið, þú veist, snúningshraðamælirinn á bílnum. Þú veist, þú ert að keyra undir alltaf miklu álagi. Þú veist, þú ert að vinna rosa mikið og það er alls konar áreiti. Þú veist, það þarf að sækja börnin og bara vera í þessari umferð og svo kemur heim alveg búin á því og svo kannski dettur í það helgar og þú átt að vera að hvíla þig og hvíld er samvirkni fyrir heilan og framkvæmdin kemur frá staðnum sem þú hvílir á. Þannig að hvernig lítur markviss hvíld út fyrir þig? Þú veist, þetta er allt saman rosa góða spurningar. Já. Og þá tökum við tannstöngulegna aftur. Þú veist, ég ætla ekki að segja þér að gera eins og ég, en finndu út úr því. Þú veist, finndu út úr því. Hvernig lítur markviss hvíld út fyrir þig? Bara að sofa. Já, en svo getur það líka verið. Ganga og æfa mig. Já. Fara í pottinn. Já, nákvæmlega. Fara í gufuna og þú veist, fara út í náttúruna og kíkja í fuglabókina og svo sér einhverja fugla, hvaða fugl er þetta? Og þú veist. Já. Horfa á David Attenborough. Já, vá, hvað er dásanlegt maður. Já. En segðu mér aðeins, þú ert með þætti á Lindinni. Já. Og eru það vikulegi þættir eða? Já, Bertarnir í beinni. Já. Guðbjörn Herbert og Herbert Guðmundsson, tónlistarmaður. Já, Þannig að þar er ég með svona eitt eigið podcast og búin að fá, og það sem ég sé svo þakkláttur fyrir, það ég er búin að fá svo mikið af frábæru fólki í viðtöl. Já. Og heyrt svo frábæra sögur. Og hvar er þessi stöð? Er þetta, veist, bara, er hún sendt út bara bara RÚV og bara Bylgjan? Já, bara FM 102,9, kristileg útvarpsstöð. Já, ég hef dottið inn á þetta svona endrumeins. Já. Núna hlustaði maður bara mikið út af frá bílnum. Já. Og ég hef einmitt. Já, núna náttúrulega er þetta, þú veist, þetta app og þetta er allt þarna inn í bankanum eitthvað og þetta hlusta á þetta eftir á. Einmitt. Já. Þannig að hún er vikulega þætti. Já, búin að vera alveg í 13 ár. Já. Rosa gaman. Og er Herbert með líka í þessu? Herbert Guðmundsson, tónlistarmaður, við erum saman með þetta. Já, hæðislega. Já, rosa gaman.
og það svo fólk, þú veist, það svo mikil næring í fólki og þegar þú átt djúpar samræður við rétta fólkið að þá gerist ofta eitthvað stórkostlegt og þá segjum við aftur hérna hvað sagði ég áðan, great minds think alike þannig að það rosalega spennandi. Það það. Já. En tölum aðeins daginn í dag, hérna EM í fótbolta. Já, rosalega gaman að þessum. Ég veit að þú Manchester United. Liverpool. Nei, afsakið. Liverpool. Já, þú Liverpool. Já, ég heyri einmitt, þegar ég labba inn í ykkar svona æfingarsamfélag hérna í Börglast, þá þið iðulega að ræða fótbolta eftir helgina. Já, ég vil helst bara ekki þjálfa fólk sem heldur við Manchester United, sko. Nei, einmitt, skiljanlega. En ertu búin að greina einhvern væntanlega sigurvegara? Eða úrslitaleik? Já, það spátt Þýskaland. Já, sem munum mætast í 8 leik. Já, það úrslitaleikurinn. Já. Og ég ætla að tippa á Spán. Já. En svo náttúrulega Frakkarnir eitthvað sem getur stríkt, sko. Já, hverja þeir leikvinn næst? Þeir Portugal. Portugal, já. Sem að komast áfram í gær með ótrúlegri mark. Já, þetta magnað. Svolítið magnað að sjá Ronaldo þarna. Já. Þú veist, fyrir 4 ára síðan var ég á Manchester United og var ekki nógu góður til að vera þar. Já. Og svo kom nýr þjálfari á Portugal sem var bara sem sagt gamli þjálfari var búinn að setja hann á bekkinn. Já. Svo kemur nýr þjálfari og hann þorir ekki að taka hann út af. Það var framlengt í gær og það var ekki eins og þið tekinn út af, þú veist, og hann var ekki búinn að hreyfa sig á vellinum. Já, átti hann ekki góðan leik. Ég kem bara inn, ég sé raunin bara vítaspyrnukeppni. Nei, og svo bara svo magnað, hann langar svo mikið, þú veist, að vinna einhver met, skor og vera hann langar það svo mikið og hann kemst upp með það út af því hver hann var einu sinni. Liðsheildin að gjalda fyrir það? Já. Þetta mjög sorglegt, sko. Þannig að Ronaldo kannski orðinn verstu. Já, líka bara, þú veist, auðvitað, þú veist, hann bara ótrúlega flott fyrirmynd á margan hátt og heiðir hann á margan hátt, en þú veist, það þekkja sín vitjuna tíma. Það gríðarlega mikilvægt. Skilurðu mig? Átt að sjá því hvenær maður á að ganga á sviðinu. Já, þetta rosa gaman aðeins. Já, þetta skemmtilegt mót. Já, mjög skemmtilegt. Og núna náttúrulega sko 16 liða úrslitin fullt af liðum sem pakki vörn. Já. Og þá ekkert verið að spila fótbolta, þá bara verið að spila skák. Já, og alltaf bara ná framlýtingu og vítaspyrnu. Já. Komast þannig áfram. Já, en núna í 8 liða, þá fyrir við að sjá alvöru fótbolta núna, helgina. En það hefur verið gaman að sjá, þú veist, litlu liðin hafi verið að komast yfir. Já, íðislega gaman. Og eins og Slóvínia, var það ekki á móti Englandi? Já, Slóvakía. Já, og Georgía á móti Spáni og það náttúrulega frábæra við þessi íþrótt. Já. Og það eitt, þú veist, það eitt að segja, hvað ætti að horfa á hana fótbolta, aldrei neitt mark, en þetta er svo mikið skák. Já. Og oftast þetta þannig að maður sem þú sérði ekki, það oft bara besti maður í leiknum, sem að vinna og þá kem ég aftur að þessu, sem ég finnst svo merkilegt sko, þetta sýnilega verður til í þessu ósýnilega. Og vorum að tala að tengja fram hjá undirmeðvitundinni. Já. Þannig að þú velur að lifa góðu lífi, að þá allt í einu lagast lífið þitt. Já. Þannig að það rosa spennandi, sko. En ég segi fyrst menn að hvert undan markaleysi, ég segi, sko, hinn fullkomni fótboltaleikur það sem hvort liðið gerir mistök. Já. Og ég spilaði sem varnarmaður í gamla daga. Og mér finnst bara að sjá vel tímasettar tæklingar og bara flotta varnarlínu, menn halda línu og stíga út þessum tíma, gera með rángstæða og svo að sjá góða markförslu. Að sjá markmann spila bara svo svípur. Mér finnst það ekki síðri skemmtun fyrir mig, sko. En og það alltaf gaman að sjá boltan syngja í netinu en að sjá góðan varnarleik finnst mér bara ekki síðra. Þetta líka svo góð myndlíking, sko, í lífinu. En svo svolítið merkilegt að horfa á Mbappé sem að margir myndi segja að væri einn besti maður í heiminum í dag. Hann búinn að eiga 28 tilraunir á markið, búinn að skora 1 mark og það var úr víti. Já, þú meinar, í þessari keppni? Já, en það svolítið merkilegt að markaðasti maðurinn í mótinu sjálfsmarkið. Það búið að vera ódýrt sem komin 10 sjálfsmark. Já, og svo búið að náttúrulega þurrka út fullt af mörkum tækni sem var tækni. Já, Lukaku greið. Svo sem svolítið merkilegt að sjá Ivan Tóni sem á Englandi, hann bara nákvæmlega eins og Lukaku.
þú ert svona ógeðslega sterkur, skýlir boltanum, nær boltanum, þannig að gaman einhvern veginn, það svo gaman að þessu. Já, þetta frábær skemmtun að fá HM og svo EM alltaf, svona tveggja fresti. Já, þetta líf svo gott. Já. En Guðbjörn, svona eitthvað sem þú vilt hnykkja á Ég hef náttúrulega búin að undirbúa mig Já, komdu með einhverja gullmóla fyrir okkur. Já, þú veist, ef við drögum þetta saman, þú veist, þá breytist ekkert fyrir en samtali breytist og þú þarft orð á móti orði. Já. Og svo viltu komast á þann stað þar sem þú gerir meira af því sem þú vilt og minna af því sem þú þarft. Svo viltu gera þessa upplifunardagskrá sem ég tala að ákveða hvar og hvenar og hverjum degi og þú voru að finna uppáhaldshreyfinguna. Þú ert orðinn þinn eigin stjórnandi, leikstjóri. Já, og svo viltu ekki fylla þig af upplýsingum, heldur viltu tendra eld. Hvað breytist? Já. Þú veist, ok, nú bara tek ég þetta bara alla leið í 2 vikur. Þú veist, prófa bara að hugleiða, hreyfa mig, fara á fjall. Þú veist, gera eitthvað í mínum málum, finna mína leið og setja þetta slæma upp í hillu og hvað breytist? Hver er ég þá? Það getur breyst rosalega mikið. Það er að fá að segja að ég er búinn að fara 2 til Tæland svona, í 3 vikur. Já. Bara í að gera það sem ég geri best. Já. Og það er ótrúlega magnað. Já. Þú veist, ég sef eins mikið og ég borða nákvæmlega það sem ég vil borða og borða ekki. Og jafnvel fasta og svo æfi ég og það er bara, þá næ ég að ég ómeðvitað held ég að tengja fram hjá. Nákvæmlega. Hvað það undirmeðvitundinni. Já, nákvæmlega þannig. Það sem kannski, ég tel að ég eigi að vera að gera eða samfélagið að segja ég að gera, nei, ég geri fyrir mína leið og það er, uppskeran er góð. Já, sko ég er búinn að vinna með fólk í 21 ár. Já. Og það besta sem ég get gert fyrir fólk, það er að fara með þetta til Póllands í svona heilsuferðir og núna er ég líka byrjað að gera upp í Kríunesi hérna heima. Æðislegt. Já. Og þarna bara, eins og ég segi, ég fer bara í mínar æfingabúðir sem er bara einfald, ég bara bóka með gott herbergi og með góða gimmi og svo bara veit ég þarna er góður matur og þarna er góð, þú veist, get ég farið í sólbað og bara get ég hvílt mig. Já, þannig kemst í skjól. Já. Kemstu bara í skjól. Lesi það sem ég langar að gera og meira áttar. Já, og þú vilt þess að læra að skilja og virka innri hvatningu. Framkvæmdin er hvatningin, kennslan er vogastöngin, en framkvæmdin er vogaraflið. Já. Og þessi innri hvatning, það er gríðarlega mikilvægt að hvatningin komi að innanfrá. Það er einhver sem alltaf segja þér, heyrðu, gerðu þetta, gerðu hitt en þú finnur neistan sjálfur. Já. Og svo bara vera í þessu learning zone sem ég var að tala og svo ef við hugsaum sko sjálfstraust. Já. Þú veist, ok, ég er nú ekki með nógu mikið sjálfstraust. Þetta er svolítið erfitt hjá mér. Þú veist, hvernig lítur það út? Þegar þú, sko, ef við hugsaum sko gamla mannin og nýja mannin. Já. Þú veist, gömlu venjurnar sem þú veist þú átt ekki að gera. Já. Þegar þú skiptir þeim út fyrir góðar venjur, þá verður þau stórkostlegur í þínum augum. Og sjálfstraust gengur út af það að þú getur treyst því þetta er gott fyrir mig og ég geri það. Og þannig byggjur upp sjálfstraustið. Salomon konungur sagði, sá er meiri sem sigrar sjálfan sig en sá sem sigrar borgir. Já. Rosalega stór orð. Af hverju er svona erfitt að sigra sjálfan sig? Það er að þú skilur ekki stríðið. Þannig oft þarf þetta að finna nýtt sjónarhorn. Fá hjálp. Finna einhvern í þínu umhverfi sem er að gera góða hluti og fá þau hjálp. Já. Og stærstu sigrarnir er í uppgjöfinni. Já, við fórum í það hérna áðan. Ég geta bara sagt, heyrðu, ég ræði ekki við þetta. Já. En mér finnst talandi sjálfstraust, að ef maður á að hugsa, hver er einfaldasta leiðin til að byggja upp sjálfstraust? Og ég segi bara að minni reynslu, og það er ekkert eitthvað, ekki eitthvað vörðuð leið, bara farðu að æfa. Já.
ef þú getur æft þig og gert það sem sagt stöðuleika, fundið stöðuleika í æfingunum, þannig að þú ert að mæta reglulega og sér það að þú ert að vaxa, þú ert að styrkjast, þú ert að breytast. Það nærandi fyrir sjálfsmatið, fyrir mig. Og ég segi ef einhver þarna úti að glíma við skort á sjálfstrausti, bara farðu á æfðu. Hittu þjálfari svo þig. Já, og líka, þú veist, heilinn, hann þarf hreyfingu. Já. Þannig að þegar þú byrjar að æfa, þá allt í einu langaði í epli. Já. Og þá allt í einu langaði í banana. Og þá allt í einu, þú ert búin að heyra þetta 100 sinnum með þessu olíu, þá allt í einu fer að fá þér þessu olíu. Kannski gefið tækifæri. Já, og líka þetta, þú veist, hver besta hreyfingin? Besta hreyfingin hreyfingin sem þér þykir skemmtilegust. Já, það eins og ég kom inn á gleðina áðan. Ég sé að það er gaman hjá okkur og ég segi líka alltaf þá sem alltaf vera, þú veist, í einhverja hreyfieflingu eða heilsueflingu, finndu það sem finnst skemmtilegast. Og akkurat. Ekki fara, ef þið finnst ömurlegt að lyfta lóðum, gera það eitthvað annað. Já, nákvæmlega. Já, finndu þér, þú veist, bara rappitúri eða... Já, og líka bara eins og fjallgöngur á veturnar. Það er bara mesta veisla sem þú kemst í. Þú ferð út í kuldann, færð fríska loftið og sko, fjöllin fara í sparifötin á veturnar. Já. Þú veist, landslagið verður bara á annan hátt, ekki síður fallegt með snjónum. Já, og gott að ganga úti bara við frostmark. Já, það er æðiskengið. En ég hjó eftir því í einhverju viðtali sem einhverju gömlu að þú byrjaði svolítið snemma stund að sjósund. Já. Og þegar nú er sjósund svona eitthvað tiltölulega nýtt að fólk færi sjóinn. Já. En þú ert búin að gera þetta svolítið langan tíma. Já, og það er Hvenær byrjaði það? Sko, það byrjaði alveg óvart, 2009. Já. Það var voða sæt stelpa, mér langaði að sýna henni hvað ég var í klár og flottur og lét vaða í sjóinn. Og þú veist, þegar ég tala upplifanir en ekki upplýsingar. Já. Það er voða hollt að fara í köldböð en mér er svo kalt, ég nenni því ekki. Já. Þegar þú ert búin að prófa þetta einu sinni, þegar ég var búin að prófa að fara einu sinni í sjósund, alveg svo þegar ég var 14 og ég prófaði að drekka áfengi, fann ég mína köllun. Þegar ég prófaði að fara í sjósund, það sem gerist þegar líkaminn að hýta sig upp, þá býr hann til svo mikið endorfín. Og það er allir að tala jarðtengingu. Þú veist, labba út á sokkalistanum á grasinu. Þegar þú ferð í sjóinn, þú færð hvergi meiri jarðtengjavöldin í sjónum, þá klæður þig í náttúruna. Og ég var að segja þér áðan, þessi gaur sem þorði ekki að hoppa yfir hestinn. Já. Hann var allt í einu fann að stunda sjósund, stinga sér af kletti í sjóinn, synda Viðeyjarsund, synda Bessastaðasund. Já. Og ég hef alltaf sagt að sjósund er stærsta gjöf sem ég fengið. Út af því hvaðan ég var að koma. Þá er ég ekki að segja að þú þarft að fara í sjósund. En þú átt að finna þér upplifanir, það er svo margt sem þú veist ekki fyrir þú veist það ef þú ert heppinn. Og lífið er hegðun í leita líðan. Og þú hangir alltaf í meðaltalinu. Þannig að þú þarf svolítið að fara að hugsa þú veist hvernig get ég fengið hærra meðaltal. Hækka rána. Já. Hækka rænuna, ekki vera svona rænulaus. Hækka rænuna. Heyrðu, ef að enda þessum orðum með eitthvað sem þú vilt hlýkja á í hækka rænuna, ég ánægði með þetta. Ekki vera rænulaus. Já, og bara þú hefur allt sem þú þarft. Þú sem ert að hlusta, þú hefur allt sem þú þarft. Bara að leggja af stað og finna þér góðan endurskoðanda. Og markþjálfa. Akkurat, sem gæti verið markþjálfi til dæmis. Einmitt. Heyrðu, Guðbjörn. Já. Bara 1000 þakkir. Já, takk fyrir komuna. Fyrir að koma hingað. Já, gaman að fá að koma. Já, og eins og ég segi, ef það er einhver skilaboð sem vil tengt að koma síðar á framfæri, alltaf velkomin. Já, takk fyrir kærlega. Alltaf velkomin. Takk. Heyrðu, góðir áheyrendur og hlustendur og fólk að núti. Takk ykkur fyrir að hlusta. Og við segjum bara lifi lífið. Lifi lífið. Takk. Takk fyrir.